Hey. Oh. Góðan daginn, klukkan núna. Góðan daginn og góðan daginn. Herðu, það búið að vera opið hús hjá okkur í dag, þannig að við erum nýkomin heim. Klukkan núna að detta í 8. Baltasar á okkur leikriti með ömmu sinni og sem reyndar í Hafnarfirði, þannig að þau koma örugglega eftir smá stund. Nema, á ég að ná í hann? Kemur í ljós. Ég ekki búinn að taka upp í dag. Út af að við vorum með opið hús, þá ætla ég að leyfa ykkur að sjá hvernig við búum og ef þið hafið áhuga þá hægt að finna eignina okkar á Torg. Fasteign og sölu, held ég að við örugglega. Farðu á fasteignir.is, skrifaðu skipalón og þar íbúðin okkur. Þið ættu pottet öll að vita hvernig íbúðin okkar lítur út. En ég ætla núna að sýna ykkur, setja smá tónlist á og herðu, hættum við að setja tónlist. Ég ætla að sýna ykkur, komið með mér, ég ætla að sýna ykkur bara hvernig við gerum þetta. Labba inn, labba út og lítur þetta basically þannig út að hérna eru bílastæðin. Við höfum fullt af bílastæðum. Ronja, inn. Hún hlýddi mér. Ok, þegar við erum búin að leggja bílnum, þá löpum við hérna. Þá oftast þessi hérna hurð lokuð, skilur, og þá erum við oftast með lykil. Og setja þá lykilinn hérna í og snúum og þá ítur við hérna á þetta hérna apparat, ítur á það niður. Og þá opnast hurðin og þetta hérna sem sagt andrið. Ég ætla að sýna ykkur frá öðru sjónarhorni hvernig ég opna hurðina. Sem ég bjó til sjálfur. Eða þú veist, það voru auðvitað einhverjir aðrir sem byggðu húsið. En ég flísalaði hérna og setti þetta hérna ógeðslega hátt upp. Og hann nær ekki alveg upp nema hún standi ofan á þessu hérna. Það ástæðan fyrir að við keyptum þetta hérna. Hérna, akkurat á þessu hérna svæði, hérna leyfum við Ronju að borða. Þetta svona hennar svæði og hefur alltaf verið, sko. Svo löpum við inn, hérna aðaldyrnar, aðaldyrnar hérna og beint á móti því ég komið inn hérna, inn í herbyggi hjá honum Baltasar. Og hérna sefur hann, svona, einhvern veginn. En oftast þegar hann sefur, sko, hann sefur hann svona. En það stundur svona þess. Hann það heppinn að hann býr ekki í skáp, þannig að hann með glugga hérna, fínasta útsýni yfir bílastæðin. Og það auðvitað fattaskápur, hann það. Svo þau lappar úr, þá ertu komin úr hérna herberginu Baltasars og við förum hérna upp með vegnum. Það mitt svæði. Þetta svona eina svæði sem ég fæ að ráða einhverju. Það á klóstinu. Ég ræð samt engu, ég fæ bara frið. Loka ég, svo þetta læsa, sem ótrúlega sniðugt fyrir fjölskyldufólk. En já, hérna erum við með auðvitað vaskinn og magnað að það kemur vatn. Og hérna nefnilega baðið okkar, en það hægt að taka þessa fiska eða bergmáð, best ég ásakana því ókvæða. Já, en það hægt að taka þessa fiska úr baðinu. Þetta ekki eins og Sódóma Reykjavík og mátt ekki sturta niður, en þú veist, fiskarnir eru ekki lifandi, en já, þið ungu krakkar, ef þið veit ekki hvað Sódóma þá þurfið að tjekka á því. Það með plömmur. Oi, hérna. Þetta nefnilega
klósettið og það rosa gott stundum að... Það að gera niður þetta? Ég var að pæla í því, svo hætti ég setja myndalinn hérna og hérna. Hérna nefnilega hrís, þetta þægileg stærð, eða svona hæð frá gólfi og já, hérna hef ég hugsað mjög mikið. Já, svo þegar við erum búin að hérna. Þá erum við búin baðið og hérna þvottaaðstæðan okkar, sem alveg tilvinnun sem helviti sniðugt að það sem hliðin á baðherberginu. Það er að þú verið sturtu og er með óhrein föt og þá bara, þú veist, labbaru hérna út. Svo bara, ertu komin hérna inn í þvottaaðstæði. Það er helviti gott, sko. Þetta væri bara fínt herbyggi, en það er ekki gluggar. Svo er það auðvitað hjónaherbyggin og við erum með hrikalega stóran skáp hérna. Lítur þokkalega vel út og rúmið og hérna sjónvarpið og ég sef hérna megin, Anita sefur hérna megin. Svo þegar litla barnið er komið þá munum það pottþétt snúa eða við erum örugglega pottþétt flutt og já. Hliðin á því er herbyggi hjá Benjamin. Það lítur þetta hérna út og hann sefur í þessu hérna rúmi. Benjamin minn. Líka það, þetta er bánsinn hans. Og Benjamin er með aðeins flottara útsinni en bróður sinni. Það er yfir pallinn, sko. Og hérna, það er að sýna ykkur það. Og inn í þessu herbyggi eru þetta fattaskapur líka. Hrikalega flott, sko. Svo löpum við hérna. Þá erum við bara komin í stofuna, maður. Vá. Yes. Það segja yes. Yes. Það er múin að segja yes. Það setur í og svo segir yes. Lætur barni leika sem Ítala-glas, rándýrt. Í múminpeysu. Já, í múminpeysu. Já, og hérna er þess veggurinn hans sem við setjum sjónvarpið og svona og hérna. Svo erum við auðvitað með sófan og hérna, býtu. Svo erum við auðvitað með sófan hérna og það er hægt að fá svona á hérna njótulífsins.is. Það er á njótulífsins.is og þar getið þið fengið hérna svona kottavél haft í stofunni, ógeðslega flott og þetta er geggjað efni. Allavega, já og hérna þegar þú ert búin að vera í stofunni þá getur þú opnað. Þegar þú opnar á svona, tógar þetta svona léttilega upp og þá kemst út á svalir. Svalir, pall. Sem er samt ekki pallur, verönd. Verönd. Og hún lítur svona út. Hrikalega stórt og fínt. Setjum myndavélina hérna upp. Hvað er þetta svona? Þetta er alltaf rennandi blautt hérna. Þannig að þetta er hrikalega stórt. Ótrúlega ánægð með þetta. Og hérna, eins og þið sjáið, þá er drengurinn búinn að vera með krítar, búinn að krýta hérna allt maður. Og hérna er hurð og þá er hægt að komast út í garð sem hérna er mitt hérna, sko. Það lúkkar alveg rosa fínt, maður, og það er hérna sangasi og hesturinn Rögnvaldur og fullt af fínu hérna, sko. Já, og svo þegar búinn hérna að vera í stofunni þá er svona smá álma hérna, svo getur svona fengið, þetta er álma. Já, svo getur fengið smá eitthvað að borða. Og hérna, ef þið eigið svona rör með fullt af götum eins og Anita á, þá getið þið sett það hér. Hrikalega flott. En já, eldhúsið, það lítur svona út. Það er alveg skápar upp í loft og herðu, ég hef ekki séð þetta. Já, þetta er örugglega. Nei, ég hef ekki tekið eftir. Ég fyrst að sjá þetta núna. Hvað er búin að vera? 4 ár? 3,5. Þetta er pottþétt þetta gat hérna. Pottþétt út af þessu dóti. Já, við erum með svona viftudót, maður. Tókum við ekki eftir því, þið eru örugglega fyrst að sjá það núna. En eins og þið sjáið, þá eru skáparnir hérna alveg upp í loft, maður. Skáparnir. Við getum látið fylgja með hérna barnalæsingarnar. Ef
fólk vill, sko. Barnalæsingarna virka basically svona að þú bara eitthvað opp, hvað á ég að gera? Þá svona þetta hérna, ítur þessu svona, þá ertu bara komin inn í skáp, maður, þetta hrikalega sniðugt, maður. Hvað getur þetta? Ikka. Já, og hérna, þetta á öllum skápum hérna á neðri hæðinni. Nema ruslinu og hérna þessu. Já. Svo hérna er alveg magnaður hlutur, það fylgir hérna vaskur. Sé vaskurinn það ekki horfa á dótið sem í honum. En það er eins og inn á baðherbyggi, svona galdra þetta hérna. Þetta er magnatæki, sko. Það veistu með svona haldfang og lyftir upp. Með vatn. Og svo getur þú snúið í. Þá verður kalt vatn. Held ég að við örugglega þessu hérna megin. Já, kalt vatn í hérna megin. Eitt er hérna megin. Magnað. Þetta er hrikalega magnað. Og úr hérna eldhúsinu höfum við rosalega flott. Útsinni yfir bílastæði. Fylgjast með bílunum. Og svo erum við með hennan ofn. Ofn líka. Þessi ofn hefur rosalega oft komið fram í bloggunum mínum. Aðalega bara þegar ég er að labba og tjekka hvað klukkan er. En ég gleym ofta að það er klukka hana. En ég sé ekki á hana út af því að hvítur bakgrunnur og vísarnir eru hvítir líka. Nei, tölvum. Já, þú veist, já. Þannig að ég nota aldrei þessu klukku. Þetta er eiginlega íbúðin okkar. Já, nú er ég alltaf búin að sýna ykkur íbúðina og þið getið farið inn á fasteign.is og skrifað þar skipalón og þá ættið að fá myndir og sölu yfirlit og afskum og svona. Þið í yngri gandinu sem eru kannski hugsanlega ekkert að fara að kaupa hús eða kaupa íbúð en foreldrar ykkar eru að leita íbúð, þá endilega látið vita að ykkur langar að koma hérna í Hafnarfjörðinn og búa það sem Dannisinn hefur verið að búa. Það er ekki leiðilegt að búa í sama húsi og við fjölskyldan hefur búið í. Og ég þetta sem svo aðstæðan. Ég ætla að taka smá upp og setja svo tónlist undir akkurat núna. Ég ætla að fara að koma stráknum í lúllið, ég veit ekki hver að Baltasar kemur. Ég ætla að enda þetta í dag, bara taka þesslega fyrir áhorfi. Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst vonandi á morgun. Takk fyrir mig, bye bye.